Hvernig metum við efnaskipta heilsuna? Í fyrsta lagi þróast einkennin hægt og rólega og því tökum við ekki endilega eftir þeim. Kannski hefur þú fundið fyrir orkuleysi að þreytu eftir máltíð eða að buxnastrengurinn þrengist jafnt og þétt. Einkenni skertrar efnaskipta heilsu eru fjölbreytt því vandamálin ná til allra líffærakerfa. Til dæmis eru einkenni aukið mittismál, orkuleysi og einbeitingarskortur, minni svefngæði, stöðusvengd, höfuðverkur, litabreytingar á húð, bjúgsöfnun, liðverkir eða óreglulegur tíðahringur. Það einnig hægt að mæla ýmislegt og sem lífstílslæknar viljum við helst skoða nokkuð ítarlegar fastandi blóðprufur og mælum þá meðal annars insúlín, lifrarprufur, skjaldkirtilsvirkni og fleira. En á þess að flækja málin þá hægt að fá góða mynd á einfaldan hátt. Og hér eru 5 dæmigerð einkenni sem poppa upp við skerta efnaskipta heilsu. Númer 1, aukið mittismál. Númer 2, hækkaður blóðþrýstingur. Númer 3 og 4 eru svo saman, það eru óhagstæðar blóðfitur. Það er annars vegar þríglýseríð og hins vegar lágt HDL. Númer 5, hækkaður fastandi blóðsykur eða greind sykursýki típa 2. Ef 3 af 5 einkennum eru til staðar, kallast ástandið efnaskiptavilla, sem á ensku kallast einnig metabolic syndrome. Og það er auðvitað heppilegast að vera laus við öll einkennin, en eftir því sem einkennin eru fleiri, því alvarlegri efnaskiptavillan og þar með meiri áhætta á lífsstílstengdum sjúkdómum. En ef þú ert ekki laus við öll þessi einkenni, þá er smá huggun í því að nýlegar tölur frá Bandaríkjunum sýna að einungis 1 af 12 fullorðinna þar í landi eru án allra þessara einkenna. Og það er líka gott að vita að það er langoftast hægt að snúa þessu við og losna við öll þessi einkenni með lífsstílsbreytingum. Og þar sem einkennin eru lúmsk, þá mælum við með að taka stöðuna á efnaskiptaheilsunni reglulega.